Við sjáum á vindakortinu að þessir kunnulegu svona fjólubláu litir þeir myndast þarna til fjalla alveg frá Snæfellsnesi yfir Vestfjarðakjálkann og svona innan á vestanverðan Tröllaskaga. Það eru gular viðvaranir vegna vinds í gildi frá því á hádegi á morgun og til miðnættis að minnsta kosti annað kvöld og verða nú mögulega framlengdar eitthvað fram á miðvikudags morgun. Það þýðir að fólk með ferðavagna. Þangað til, verið sæl. Kjörvari fyrir íslenskar aðstæður. Hreinsiefni í alla potta heiti pottar.is Fosshálsi. Bang! Við ætluðum að hittast næstu. Hugsaðu vel pallinn með Jötunn Trebit pallaolíu. 3 ára ending. Húsasmiðjan fyrir þig. Komið í sæl, hér sjáum við tunglmynd sem var tekin á landinu klukkan 2 í dag og við sjáum að það skýjahula bæði inn á norðaustanverðu landinu sem hefur líklega komið inn með hafgólinni og sömu sögum að segja hér af Faxaflóa og svona líklega Barðaströndinni og það þokuloft allt í kring sem eða á húsbílum sem að taka á sig mikinn vind ætti ekki að vera á ferðinni á þessum slóðum en síðan róast þetta nú allt og það verður ekkert mál að ferðast með þessi tæki síðdegis á miðvikudag og á fimmtudag en það þarf náttúrulega alltaf samt að fylgjast vel með bæði veðurspám og svo hvernig staðan rétt áður en að lagt af stað. En það nú gaman að skoða aðeins hitakortið hjá okkur vegna þess að það milt og gott veður yfir öllu landinu, vissulega hlýjast á austanverðu landinu alla jafna og það má alveg gera ráð fyrir því að hiti fari yfir 20 gráður víða austan til á landinu bæða morgun og miðvikudag. Hins vegar gæti háskýjahula aðeins trufla það að hiti fari mikið yfir 25 gráður, en það auðvitað bara lúxusvandamál. En í fyrramálið skýjað og golan beint af hafi á suðvesturhluta landsins. Það verður líklega einhver smá súld eða rigning norðan til á Faxaflóa og hiti þetta 10 til 12 stig klukkan 8. Það hlýnar aðeins þegar við förum til norðurs. Sérstaklega þegar við erum komin austur fyrir Húnaflóa en það áfram útlit fyrir vætu svona á Annesjum vestan til allavega í fyrramálið og mögulega líka smá súld í hafgólinu eða einhverju þokusúld allra nyrst á landinu. En vindurinn þarna svo sem ekki fann að ná sér á strik en það ekkert langt í þegar vindur komin í svona 14 metra á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi að kviðurnar fara í svona 20-25 metra á sekundu og það strax orðið frekar vont fyrir áður nefnda ferðavagna. En á norðaustanverðu landinu miklu meiri hiti eins og þið sjáu. Það líka minna ský allavega til að byrja með en það ekkert ólíklegt að það myndist einhver smá háskýjahula yfir norðanverðu landinu síðdegis á morgun en það ætti þó ekki að trufla hitasafnið nema rétt svo lítillega. Það milt inn til landsins á Suðausturlandi, Skaftafell og Svínafell og þar kringan líklega eyðilegur hafgólan að það verði mjög hlýtt svona út við ströndina og þeim slóðum rétt eins og norðanverðu landinu en þar sem að hafgólan kemst að þá kælir hún niður og líklega þykknar þá aðeins upp í kjölfarið en það sést væntanlega til sólar í flestum landslutum. En á morgun sem sagt að þá hvessir þegar líða tekur daginn, sérstaklega á norðvestanverðu landinu, þetta norðanvert Snæfellsnes, Vestfjarðakjálkinn og svona að vestanverðum Tröllaskaga. Þannig að þeir sem ætla að vera á ferðinni fari varlega og skoði veður athuganir rétt áður en að þið farið af stað, annarkvort inn á veður.is eða hjá Vegagerðinni. Verið sæl. Með vonum og bjartan dag í vissu nýjan og bættari hag. Sumarlandin, sunnudag klukkan 19:45 á RÚV. Suðvestanverðu landinu. En síðdegis á morgun þá taka þessar gulu viðvaranir gildi fyrst á Breiðafirði þá aðalega norðanverðu Snæfellsnesi á hádegi og síðan hver á fætur annar þarna á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og eins og ég segi þetta svona sumargular viðvaranir þannig að þetta veður sem getur truflað fólk á ferðalagi. Á miðvikudaginn áfram svipað veður en þó hefur dregið úr vindi
og það verður einhver smá súldavottur eða þokuloft hér við vestur ströndina en bjartara bæði á norðan og austanverðu landinu.